Eitt einkennið á því Íslandi sem að hrundi núna í október og nú svo ennþá til að einhverju leyti hafa verið ótrúlega flókin tengsl í viðskiptalífinu og í þjóðlífinu milli manna, við höfum verið talað krosseignar tengsl. Jón Jósef Bjarnason var að taka saman gagnagrunn þetta meðal annars og lenti því að vera stöðvaður af ríkisskattstjóra sem að hafði einhverjar athugasemdir við það sem hann var að gera. Nú hefur náð sátt milli Jóns og ríkisskattstjóra sem betur fer og þeir eru hérna hjá mér, hann Jón Jósef Bjarnason og Egill Jóhannsson forstjóri sem þeir eru í þessu saman. Hvernig kemur þessi sátt til? Þeir svona hratt yfir sögu að þá, ég held að við erum 8. september, þá hópuðu okkur nokkri saman og vildum mynda hóp til þess að vinna að gagnsæi. Síðan kemur upp mál Jóns 18. sept, hittust á 5. kvöldið, fáum Jón í hópinn, spjöllum við hann, greinum málið, síðan kemur persónuvernd og úrskurðar að þetta sé allt í lagi hvað varðar þau lög. Í gær hittum við Jón aftur, förum aftur yfir málin, það kemur upp svo hugmynd að ná sambandi við ríkisskattstjóra, fá hans sjónarmið, við boðum hann á fund, hann tók vel í það, hittum hann 9 í gærkvöldi, við ræðum öll saman og Skúli útskýri sitt sjónarmið, hann vildi vera alveg með þessi persónuverndarmál á hreinu, við náttúrulega erum í samfélagi þar sem tortryggni ríkir, en hann biður Jón afsökunar á einhverjum orðum sem féllu þarna í tilkynningunni. Þetta fer kannski illa af stað, en hann lokar á gagnagrunn á þess að tilkynna Jóni það fyrirfram og þá svona fer þetta í þennan leiðinda farveg en undir lokin þá náði sátt og Jón fær fund á mánudaginn með embættinu til þess að setja málin af stað aftur. Og þú hefur sem sagt aftur aðgang að þessum upplýsingum sem þú þarft? Já, við þurfum að semja aftur eða sem gera nýtt samkomulag og eftir það ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu. Hvað þetta sem þú hefur verið að gera? Þetta eru 3 verkefni, það ekki allt í allt sem þú hefur verið að skoða? Já, fyrsta lagi var náttúrulega meiningin að setja upp svona þetta venslakerfi út frá fyrirtækjaskrá til þess að sýna og finna vensl innan viðskiptalífsins. Og það svona komið í gang nokkuð vel og síðan meiningin og hefur rætt að vera með rannsóknarhóp í kringum kvótamálin að greina þau hvert kvótinn hefur farið og þess aftur og hvernig það tengist inn í viðskiptalífið og maður reyna að hafa þetta svolítið svona akademískur leveli sko. Og síðan lífeyrissjóðirnir, þar hefur nú, þeim ber ekki skylda að tilkynna sinn til fyrirtækjaskrá þeir sem sitja í stjórnum þeirra. Þannig að það aðeins erfiðara að finna út úr því, sko. En mér sýnist nú á skrifum í blöðunum að það verður nú ekki mikið vandamál að fá upplýsingar í grunninn hvað það varðar. Það sem okkur finnst í þessum gagnsæjishóp, þetta tæki sem hann búinn að smíða, að það á að hjálpa okkur að gera upp þessa fortíð, að skoða þessi eignateil sem meðal annars ollu hruninu. Við getum líka þá átta okkur betur á framtíðinni og fylgst þá með uppbyggingu á þessum eignatengslum og þessu samþjöppun vald sem varð og alltaf hætta á verði aftur. Og svo í þriðja lagi kannski, ef við ætlum að laða erlenda fjárfesta til landsins, þá verðum við að vera trúverðug og þetta getur til dæmis hjálpa, vera eitt tæki að hjálpa upp á þann trúverðugleika. Þannig þú telur þetta sé mjög mikilvægt að þetta verkefni sé unnið. Já, og ég vil kannski bæta við, Hjálmar Gíslason hefur komið í þáttinn hérna á tíðin, hann hefur dálítið talað þetta gagnsæi líka og hann hefur talað það að öll opinber gögn eiga í raun að vera opin og það á kannski á sérstaklega að loka fyrir gögn ef einhverju sérstaklega ríkar ástæður eru. Ég algjörlega sammála þessum hugmyndum. Og að ég kem nú í viðskiptalífinu og það nú myndi ég segja mjög laskað og það lítið mark tekið á viðskiptalífinu í dag út af þessu hruni og þessari fortíð. Og ég sé fyrir mig til dæmis bara sem lítið tákn að það geti stutt við Jón og reynt að koma þessum grunni víðar að og í raun þakka Jóni þetta framtak og stutt hann í þessu
sýnt þannig í verki, því þeir hafa sagt það í orði. Já. Erlendur Hjaltason sagði í raun og skrifaði grein á vef Viðskiptaráðs Íslands, formaður Viðskiptaráðsins, að það vilji gegnsætt eignarhald. Já. Þessi grunnur, hann sýnir okkur eignarhaldið, gegnsætt, sem ég myndi vel að segja gegnsætt, og akkur þá ekki að sýna það í verki og segja við fögnum þessum grunni. Þú minnir að Jón sé þá vinnur þeir en ekki óvinnur þeirra. Nákvæmlega. Já. Ef að orðin eiga að vera í verki, þá hann í raun vinnur þeirra. En hugsaðu ykkur, en af hverju var flækjustigið á þessu svona rosalega hátt? Hérna, þú raktir það að þetta voru einhverju menn sem voru tengdir á sko mörghundruð vegur. Ég rækti það heldur ekki, það voru fréttameira sem gerðu það. Já, í gegnum þá þið tæki eða hvað? Ég útvega verkfærið og smíðaði það og síðan annara kannski að vinna úr upplýsingunum sem kom út úr því. Ég held að þetta sé í raun einfalt. Akkur vilja menn leynd? Akkur menn að flækja hlutina? Það verið að reyna að fela eitthvað. En flestir í viðskiptalífinu, ég trúi því, og almenningur, við viljum hafa hlutina opna. Flestir tapa á því. Það eru örfáir einstaklingar sem hagnast á leyndinu og ógagnsæinu. Og það lítur að vera eina skýringin að menn eru að búa til eitthvað vald með því að sitja á upplýsingunum. Þú ert með ágætis vef og ert að tala meðal hans fyrir þessum kallar gagnsæisbyltingu. Já. Ég vil að, eins og Hjálmar, ég vil ganga alveg, og ég held að hann hafi kallað svona brutal transparency. Já. Að ganga eins langt og mögulegt í gagnsæinu. Já. Það rétta leiðin. Annað sem að þú hefur, að því nú með hérna sem þú gagnrýnir mjög á vefnum flokksræði. Já. Það partur af þessu ógagnsæi og það raun flokksræði og ógagnsæi, það viðheldur þessu samþjöppun og valdi. Og flokkarnir og stjórnmálakerfið, þau hafa gefið tónin ógagnsæið. Ég meina styrkinni til flokkan og allt þetta, og hvernig þeir hafa á mörgum árum tekið pínulítil skrefi að opna það. Já. Það allt þessi tregða, þrjóska, að þrjóskast við, streitast á móti. Ágætt með viðskiptalífinu þessi ársreikningaumræða, streitast við að senda þá inn. Við erum dálítið svona, þetta kannski í þjóðarsálinn, ég veit það ekki, að fara ekki að svona sjálfsögðum reglum. Já. En þetta sem sagt geti breyst eða batnað með þessum tækjum. Höfum við þá tækið til að skoða þessi fyrirtækjatengsl, kvótann og svo lífeyrissjóðina, ef allt fer óskum. Takk fyrir að koma í þáttir. Við ætlum að sjá hér viðtal sem ég tók í gær við Merkanmann. Hann formaður loftslagsnefndar Sameinuðu þjóðanna, tók við Nóbelsverðlaununum eins og kemur fram á eftir, frá Indlandi, Racenda K. Pachauri.